Heils ykkur í Jesú nafni. Það er kannski munið eftir því, þá síðast þegar ég var hérna hjá okkur, þá var ég að tala drekann og konuna. Og í dag ætla ég svolítið að halda áfram með einhverja vangaveltur í framhald af því. Ég er ekki með opinberunarbókar námskeið, sjálfum sér, ég er aðeins að koma með nokkra punkta sem ég langar að deila með okkur. Því að eins og við sáum síðast, þá eftir að konan hafði fætt sveinbarnið, sem er Jesús, að þá breytir hann aðferð. Hann er ekki lengur að koma í veg fyrir að sæðið eða Messías, Kristur, kæmi í heiminn, því að hann hafði mistekist að koma í veg fyrir það. Og þess í stað fer hann að beita öðrum aðferðum. Langar aðeins að við kíkjum á það í dag saman. Við sáum það í Opinberunarbókinni 12:13 að það sem segir: og drekinn sá að honum var varpa niður á jörðina, ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarnið. Og hann sneri reiði sinni frá sveinbarninu, Jesú, þar sem hann hafði komist undan honum til himna. Og nú snýr hann sér alfarið að konunni, sem er kirkjan, fólk Guðs, og ofsækir það. Og þannig vill hann ná sér niður á Jesú í raun og veru, með því að ofsækja fólkið hans. Og ég ætla ekki að fara í djúpar vangaveltur það hvernig hann gerir það, heldur aðeins að skoða nokkur versir í kafla 13 og 14 í framhaldi af því sem ég var að tala síðast. Hvernig hann ofsækir konuna, fólk Guðs, eftir að Kristur steig upp til himna og allt til okkar tíma. 13. kafli Opinberunarbókarinnar hefst á því að lýsa dýri, og það segir þar að þá sá ég dýr stíga upp á hafinu. Það hefði 10 horn og 7 höfuð, og á hornum þess voru 10 ennistjásn, og á höfðum þess voru guðlastunarnöfn. Dýrið sem ég sá var líkt pardustýri, fætur þess voru bjarnarfætur og munnur þess eins og ljónsmunnur. Drekinn gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Og hvernig getum við vita hvað dýr stendur fyrir í spádómum Biblíunnar? Til að komast að því þurfum við að fara í Daníelsbók. Og þegar grannt er skoðað, þá sjáum við margt sameiginlegt með þessu sjöhöfða skrímsli við dýrin 4 í 7. kafla Daníels. Að þar höfum við 4 dýr sem stíga upp úr hafinu. Fyrsta dýrið líktist ljóni, annað dýrið birni, þriðja dýrið líktist pardustýri og svo 4. dýrið sem var hræðilegt og ógurlegt. Sjáu hvað þetta er líkt í Daníel eins og hér í Opinberunarbókinni 13. Í Daníel eru 4 dýr, en hér er þetta eitt og sama dýrið, en líkist öllum dýrunum úr Daníel 7. Nema hvað í Opinberunarbókinni er það talið upp í öfugri röð miðað við Daníel 7. Það er vegna þess að Daníel var að horfa fram í tíman. Ljónið var ríkjandi veldi á hans tíma, en síðan tók við heimsveldi sem líktist birni, og þar á eftir heimsveldi sem líktist pardustýri, og eftir því hið ógurlega heimsveldi, Róm. Og Jóhannes er hins vegar að horfa tilbaka. Hann er að skrifa þetta þegar fyrstu 3 dýrin hafa klárað sitt skeið og ógurlega dýrið hefur tekið við. Og þess vegna talar hann pardustýr, bjarnadýr og loks ljón í öfugri röð. Og þetta er mjög gott dæmi það hvernig Daníelsbók og Opinberunarbókin eru tengdar bækur. Þær eru báðar spádómsbækur fullar af táknum, samskonar táknum. Og þess vegna getum við fengið skýringar á ýmsu í Opinberunarbókinni með því að leita í Daníelsbók þar sem það er útskýrt. Og því vil ég segja að þetta sé í raun ein og sama bókin. Opinberunarbókin er í raun framhald af Daníelsbók. Opinberunarbókin er einnig skrifuð með sama rithætti og Daníel. Í Daníel sjáum við hvernig sagt er fyrir framtíðina í draumnum styttuna sem táknaði konungsríki, og síðan komu dýrin sem útskýra þessi konungsríki nánar,
Opinberunarbókin skrifuð með sama hætti. Við sáum það síðast í 12. kafla. Hann fer yfir alla söguna, allt frá því að drekinn dró með sér þriðjung englanna af himnum, hvernig hann beitti ofsóknum í gegnum tíma Gamla testamentisins, hvernig hann réðst að sveinbarninu sem Kristur og svo hvernig hann ofsækir kirkjuna allt til endurkomu Krists. 13. kafli fer svo í að útskýra nánar hvernig drekinn ofsækir fólk Guðs allt fram á okkar tíma. Hvað getum við lært af því varðandi þetta ógurlega dýr í opinberunarbókinni, að því líkt við öll þessi dýr? Jú, dýrið hér í raun samsett úr öllum dýrunum. Og hvað þýðir það? Það þýðir að þetta dýr hefur eiginleika frá öllum dýrunum á undan. Það hefur styrk og mátt ljónsins, það rífur í sig mikið kjöt eins og björninn og það fer hratt yfir eins og pardustýrið. Og hver það sem gefur þessu dýri mátt sinn? Það drekinn eða sjálfur djöfullinn. Djöfullinn birtist ekki í eigin persónu og ofsækir fólk Guðs. Hann gerir það með því að stjórna valdshöfum þessa heims í gegnum konunga og þá sem að fara með völd. Og síðan í versi 3 og 4 lesum við: eitt af höfðum þess virtist sært til ólífis, en banasár þess var heilt. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekann af því að hann hefði gefið dýrinu vald sitt, og þeir tilbáðu dýrið og sögðu: hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það? Og þarna sjáum við að eitt af höfðum þess að þeir látið banasár. Getur það starfað áfram þrátt fyrir það? Maður skyldi ætla það ennþá með hinn höfuðin. En það sem merkilegt hér að dýrið þiggur tilbeiðslu. Og hvað segir það okkur? Og einnig að drekinn, Satan, fær tilbeiðslu. Hver það sem á að fá tilbeiðslu? Það aðeins Guð einn sem á að fá tilbeiðslu. En ef þú tilbiður eitthvað annað, þá það sem þú tilbiður orðið þinn Guð. Í trjássi við fyrsta boðorðið sem segir: þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Það segir okkur líka að þetta ekki bara veraldlegt vald, þetta trúarlegt vald. Hver annar en Guð vill fá tilbeiðslu? Djöfullinn vill fá tilbeiðslu. Því þegar Jesús var freistað af djöflunum, þá sagði hann, eins og við lesum í Lúkas 4:6-8, og djöfullinn sagði við hann: þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýrð þess, því að mér það í hendur fengið, og ég get gefið það hverjum sem ég vil. Ef þú hvað? Gerir hvað? Fellur fram og tilbiður mig, skal það allt verða þitt. Og Jesús svaraði honum: ritað drottinn Guð þinn skalt þú tilbiðja og þjóna honum einum. Djöfullinn vill fá tilbiðslu. Og hann augljóslega tilbúinn til að framselja vald sitt þeim sem tilbiður hann. Jesús féll ekki fyrir þessu bragði hans. En hvað með þetta dýr sem við erum að lesa í opinberunarbókinni? Það hefur augljóslega tekið þessu boði Satans, fallið fram og tilbeðið drekann sem Satan, og þannig fengið allt þetta vald sem það hefur. Fyrsta einkennið þessa dýrs að það guðlastar, eins og segir í 13:1. Á höfðum þess voru guðlustunarnöfn. Og hvað þýðir það að guðlasta? Það í fyrsta lagi það að gera sjálfan sig að Guði, eins og við lesum í Jóhannes 10:33. Við grítum þig ekki fyrir góðverk, heldur fyrir guðlast, að þú sem ert maður gjörir sjálfan þig að Guði. Í öðru lagi það að segjast geta fyrirgefið syndir. En það eins og Guð, það aðeins Guð sem fyrirgefur syndir. Við sjáum það í Markus 2:7. Hví mælir þessi maður svo? Hann guðlastar. Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? Þetta fyrsta vísbendingin hvað þetta dýr táknar. Þetta veraldlegt vald sem gerir sjálfan sig að Guði og fer fram á tilbeiðslu. Og þar að auki það vald sem heldur því fram
að það getur fyrirgefið syndir. Þetta eru mikilvægar vísbendingar hvert þetta vald að það guðlastar. Önnur vísbending að þetta trúarlegt vald þar sem það tilbeðið, eins og við lesum í Opinberunarbókinni 13:4. Og þeir tilbáðu drekann af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið. Og einnig í 13:8 og allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbiðja það. Þetta dýr tilbeðið. Tilbeðsla hefur að gera með trúarbrögð. Þannig að þetta dýr bæði veraldlegt og trúarlegt vald. Síðan höfum við aðra vísbendingu hér í versi 7. Þetta dýr hefur mikið vald yfir hverju. Það segir, og því var leyft að heyja stríð við hina heilögu og sigra þá, og því var gefið vald yfir sérhverri kynnkvísl á lýð, tungu og þjóð. Þannig að þetta alheims vald. Og þegar þú hugsar út í það, margt sem kemur til greina þegar þú hugsar eitthvað veraldlegt og trúarlegt vald, sem einnig alheims vald. Það kemur ekki margt til greina. En við skulum skoða aðra vísbendingar. Í 5. versi segir, og því var gefin munnur talaði stóryrði og guðlastanir. Þetta tengir dýrið líka við litla hornið í Daniel 7 sem einnig talaði hávær stóryrði. Og þar sjáum við líka að það mun halda áfram þessum stóryrðum sínum allt þangað til að það verður kastað í eld til að brenna. Sjáum það í Daniel. Og það breytist ekki þetta dýr. Það mun aldrei hætta að tala þessi stóryrði. En hér í þessu versi segir að því lofað að fara því fram í 42 mánuði. Og við vitum að 42 mánuður byggt á Biblíunni. Einn mánuður hefur 30 daga. Og 42 sinnum 30, það væri 1260 spádómsdagar eða 1260 bókstafleg ár. Einn dagur, eitt ár. Og þannig tengist þetta líka konunni í 12. kafla sem við fjölluðum síðast. Og það séð fyrir henni í eyðimörkinni á þessu nákvæmlega sama tímabili. Þannig að við höfum sama tímabil, 1260 ár. Og þannig sjáum við drekann djöfulinn, hann vinnur í gegnum alheims vald sem bæði veraldlegt og trúarlegt. Það samsett þannig að það hefur eiginleika frá heimsveldunum sem á undan voru. Það lítur á sjálfan sig sem Guð og telur sig geta fyrirgefið syndir. Það hefur vald yfir öllum heiminum. Það ríkir 42 mánaða tímabil eða 1260 ára tímabil sem við köllum myrku miðaldir. Fær svo banasár en verður heilt af því og allur heimurinn fylgir því með undrun. Þetta svona stutt yfirferð yfir einkenni þessa dýrs. Að þegar þessi einkenni eru skoðuð þá aðeins eitt vald sem uppfyllir öll einkenni. Það aðeins eitt veldi sem bæði veraldlegt og trúarlegt og hefur ítökum allan heim, segist vera staðgengill Guðs á jörðinni og að prestar þess geti fyrirgefið syndir. Það þetta veldi sem ríkti á myrku miðöldum, ofsótti fólk Guðs, kirkjuna, konuna sem við töluðum síðast og hlaut svo banasár sitt. Meðan hann sat á hásæti sínu og tók við hamingju óskum kardinála sinna á afmæli kjöri síns til páfadóms, var hann handtekinn af franska hernum, hann sjálfur fluttur sem fangi til Frakklands, aðeins til að deyja þar í útlegð skömmu síðar. Það ætti að vera öllum ljóst hvaða vald þetta Hver því klækjubrögð drekans sem Satan? Klækjubrögð hans að fá vald sem bæði veraldlegt og trúarlegt vald til að tilbiðja sig í stað Guð. Hann kemur ekki fram í eigin persónu, enda myndi það aldrei ganga því fólk myndi þá forðast hann. Hann beitir kröftum sínum gegnum veraldlegt og trúarlegt vald. Og auðvitað það hans uppáhald
þegar hann getur laumað sér inn í kristna kirkju og lagt snörur sínar þar. Þá hann sannarlega sem úlfur í sauðagæru. Nú restina 13. kafla heldur svo áfram að fjalla annað dýr sem rís upp af jörðinni og við skulum geyma það til síðar. 14. kafli hefst á því að tala hinnan 144.000. Hverjir eru þeir? Það segir í Opinberunarbókinni 14:4. Þetta eru þeir sem ekki hafa saurgast með konum því að þeir eru sem meyjar. Þeir fylgja lambinu hvers sem það fer. Þeir voru leystir út úr hóp mannana, frumgróði handa Guði og handa lambinu. Kona stendur fyrir kirkju. Það eru þá einhverjar aðra konur eða kirkjur, það sem maður getur saurgast. Þeir fylgja líka lambinu hvers sem það fer, ekki einhverju dýri sem þykist vera Guð og að geta fyrirgefið syndir sem Guð einn getur gert. En hver eru viðbrögð Guðs við klækjubrögðum drekans? Við lesum það strax á eftir hinum 144.000 í kafla 14, áður en sagt frá uppskerunni þegar Kristur kemur aftur. Strax á undan uppskerutímanum höfum við boðskap englanna 3. Það svar Guðs við klækjubrögðum Satans. Boðskapur englanna 3 hefur með hinn eilífa fagnaða boðskap að gera, eins og við lesum í versunum 6 og 7. Og ég sá annan engil fljúga hákol himins, hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tung og lýð, og sagði hárri röddu: Óttist Guð og gefið honum dýrð, því að komin stund dóms hans, tilbiðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Ekki falla fyrir klækjubrögðum drekans. Taki þessi stað við fagnaðarerindinu. Fagnaðarerindið eilíft fagnaðarerindi, eins og segir í textanum. Það hefur aldrei breyst. Þú hefur alltaf verið hólpin fyrir blóð lambsins frá dögum Kains og Abels til okkar tíma. Ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Engin önnur leið til að frelsa þig. Boðskapur fyrsta engilsins kallar okkur því aftur til hins eilífa fagnaðarerindis. Hvers vegna ætti það að vera nauðsynlegt í lok tímans? Augljóslega hefur hið eilífa fagnaðarerindi verið brenglað af mannkyninu og henni mikli baráttu milli drekans og konunnar. Hinn mikla barátta snýst fagnaðarerindi. Frelsast ég fyrir eigin verk eða dugnað, eins og ég geti áunnið mér eitthvað til að eiga skilið hjálpræði Guðs? Eða frelsast ég fyrir trú á Jesú Krist og náð hans sem hann veitir mér? Það hafa verið átök þetta tvennt frá upphafi. Líttu á mannkynið í dag. Það reynir í örvæntingu að bjarga sjálfu sér. En það ekki að ákalla kraft Guðs til að ná því. Þannig að þetta hjálpræði fyrir eigin verk hefur leyst af hólmi hjálpræði sem við finnum í Kristi. Það eitthvað allt annað fagnaðarerindi. Þess vegna þurfum við að viðurkenna hið eilífa fagnaðarerindi. Hjálpræði okkar liggur ekki í styrk okkar. Hjálpræði okkar liggur í Jesú Kristi. Hann ekki Guð sem skapaði okkur, skapaði alla hluti? Það ekki hann sem veit hvernig við virkum? En hvað gerum við? Við förum okkar eigin leiðir. Orðið segir okkur hvað okkur fyrir bestu. Og hvað segjum við? Nei, við viljum bara fara okkar eigin leið. Svo treystu Guði, treystu orðið hans. Trúðu hinu eilífa fagnaðarerindi og gef Guði dýrðina. Það boðskapur fyrsta engilsins. Í stað þess að vegsama okkur sjálf og reyna að grafa okkur upp úr kviksyndinu, gefðu Guði dýrðina. Farðu eftir orðið hans
og mörg vandamálin sem virðast svo óyfirstíganleg munu hverfa. Fyrsti engillinn boðar einnig að komin er stund dóms hans, mjög mikilvægir dagar sem við lifum á. Þessi skilaboð byrjuði árið 1844. Stund dóms hans er runnin upp. Með öðrum orðum, þjónusta Krists hefur færst inn í friðþægingadaginn og þar þarf að taka ákvörðun. Viltu vera með fólki Guðs eða viltu vera útilokaður? Það er val sem Guð lætur okkur eftir. Það er með vali okkar sem við útilokum okkur frá guðlegri náð. Ekki vegna þess að hann sé ekki fús til að veita hana. Vegna þess að hann var fús til að deyja fyrir hana. En vegna þess að við höfnum honum, þá er stund dóms hans komin. Mjög alvarleg skilaboð og það er skilaboð til alls mannkynsins. Taktu ákvörðun. Viltu tilbiðja Guð eða viltu fylgja fyrirmælum manna? Boðskapur annars engilsins er frekar sorglegu boðskapur vegna þess að hann segir að Babylon hafi fallið. Fallin er Babylon hin mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum að reiðivíni sörlifnaði síns. Og það segir ekki mikið meira en það. Það segir okkur að hún sé fallin vegna þess að hún hefur drukkið af rangri tegunda víni. Vín í Biblíunni er kenningar. Og hver er Babylon? Babylon er trúarlegt stjórnkerfi. Með öðrum orðum, það er trúarlegt stjórnkerfi í öllum heiminum sem mælir fyrir siðferði fyrir mannkynið. Það er það sem Babylon var til forna og það er það sem hún verður í andlegum skilningi í lokin. Við höfum trúarkerfi sem drekka í sig falskt vín. Með öðrum orðum falskar kenningar. Og hverjar eru þær? Það er einfalt. Það er eitthvað allt annað fagnaðarerindi. Þeir predika ekki lengur hið eilífa fagnaðarerindi. Fagnaðarerindi hjálpræðisins. Það er nú félagslegt fagnaðarerindi með félagslega stefnu, með umhverfisstefnu og þess háttar. Það er orðið hið nýja fagnaðarerindi. Það er ekki fagnaðarerindi Biblíunnar. Fagnaðarerindið fjallar manneskjur. Það fjallar Guð sem gerðist maður til að ná til okkar. Það fjallar Guð himinsins sem fór á kross, sem stóð á milli mannkynsins og guðdómsins til að sætta okkur, brotnar sálir við Guð. Og þess vegna hefur Babylon fallið, vegna þess að hún hefur skipt út hinu eilífa fagnaðarerindi fyrir eitthvað sem er andstætt grundvallarreglum hans. Það er boðskapur annars engilsins. Þriðji engillinn ber alvarlegasta boðskapinn. Ef einhver tilbauður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiðivíni Guðs sem byrlað er óblandað í reiðibikar hans. Og hann mun hvalinn verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins og reykurinn frá hvalastað þeirra stígur upp aldir alda og eigi halda þeir hvíld dag eða nótt, þeir sem dýrið tilbiðja og líkneski þess, hver sá sem ber merkin af þess. Sjáu þið tenginguna við kaflana undan, þeir sem dýrið tilbiðja, þeir eru ekki tilbiðja Guð. Ekki taka við merki dýrsins. Merkið hefur alltaf verið til staðar frá upphafi. Það hefur verið tvö merki, það er merki Kains og það er merki Guðs. Og það er sama hebreska orðið fyrir þessi bæði merki. Við finnum merki Guðs í hvíldardagsboðorðinu vegna þess að það segir að það sé merki. Það er merki helgandi kraft Guðs. Með öðrum orðum, það er boð Guðs vegna þess að hann hefur vald til að gefa vald. Og svo ertu með merki Kain sem gefur vald til að stjórna reiðinarbörnum eins og Páll orðaði það. Merki Kains er vald til að framfylgja, fyrirskipa, jafnvel þótt að sé andstætt vilja Guðs. Þannig að boðskapur þriðja engilsins gefur okkur val á milli hvers vald við viðurkennum. Hvað var það siðferðis skilning okkar?
Viðurkennum við siðferði og vald Guðs eins og það í orði hans og lögmáli, eða viðurkennum við vald einhvers annars máttar sem ekki aðeins grefur undan því sem Guð hefur sagt, heldur dirfist að breyta því. Þannig að spurningin vald spurningin boðskap þriðja engilsins og það snýst að lokum mjög einfalt hlýðni próf. Viðurkennir þú vald Guðs og ef þú gerir það þá segir Guð, mundu hvíldardaginn að halda hann heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn hvíldardagur Drottins Guðs þíns. Á honum skalt þú ekkert verk vinna, því það merki mitt samband mitt við þig. Það táknið að þú hafi tekið við valdi mínu í lífi þínu til að helga þig. Því það annað kerfi á þessari jörð sem segir nei, þú helgast ekki þannig. Þú helgast að því sem þú gerir og með því að hlýða valdi okkar. Og Róm segir að merki kirkjunnar sé að hún hafi vald til að breyta hvíldardeginum frá 7. degi til 1. dags vikunar og það sé merki vald hennar, hvað varðar siðferði. Ef þú velur gegn Guði þá útilokkar þú þig sjálfkrafa frá Guði og afleiðingarnar verða endaleg tortíming. Guð vill það ekki og þess vegna segir hann síðar í kafla 18, gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Það grundvöllur skilaboða englanna 3 og loka viðvörunin. Snúðu þér því aftur að hennu eilífa fagnaðar erindi. Gef Guði dýrðina fyrir hjálpræði þitt, fyrir hjálpræðis áætlunina, fyrir sköpun þína, fyrir allt þitt líf. Dragðu ekki að þér falskenningar svo þú verðir hluti af föllnu kerfi. Taktu á móti valdi Guðs í lífi þínu. Það skilaboð englanna 3. Það eina svarið við klækjubrögðum drekans sem Satan. Boðskapur englanna 3 byrjar á hinnu eilífa fagnaðarerindi að Jesús sé sá eini sem getur frelsað okkur og þegar við höfum þann grunn, þá getum við skilið eða metið að við ættum ekki að blanda okkur í falskenningar og að við verðum að taka á móti valdi Guðs með því að hlýða honum, með því að hlýða orðum hans. Eina merki sem við höfum einföld hlýðni. Ef þú elskar mig, haltu boðorð mín. Svo einfalt það. Kaín hélt að hann geti bjargað sér með eigin verkum. Hann kom ekki með lambið, svo hann hafnaði í vissu skilningi skilaboðum 1. engilsins og sagði, ég get bjargað mér fyrir eigin verk. Hann kom því aðeins með ávexti handa sinna eða jarðarinnar í stað þess að koma með lambið. Hann hafnaði þar með boðskap 1. engilsins og vegna þess að hann hafnaði skilaboðum 1. engilsins gat hann ekki tekið við hinum 2. Þannig það svo mikilvægt að við tökum á móti fagnaðarendi Jesú Krist, gefumst honum að hann sé konungur lífs okkar, en ekki dýrið eða drekinn með klækjubrögð sín. Takk fyrir.